Gestur okkar í kvöld, hann staðhæfir í nýrri bók og líklega fyrstu manna til að gera það svo opinberlega og svo hvatvíslega að nokkrir af bestu sonum þjóðarinnar hafi verið í einu orði sagt örlaga fyllibittir og það hefði sett mark sitt á þá. Gestur okkar í kvöld, doktor Óttar Guðmundsson. Óttar, þú segir nú í bók sem þú varst að gefa út Tíminn og tárið, eða Tárið og tíminn, að Jónas Hallgrímsson hafi nú einfallega verið örlaga fyllibitta, dottið á fylliríi og brotið á þessu fótinn og ekki fattað það hreinlega því hann hafi verið svo fullur og síðan verið að hristast í sundur úr deliríum Tremis og sjúkrahúsi í Kaupmannahöfn í stað þess að sitja og lesa bók og hlusta á fuglasöngin eins og okkur hefur verið kennt, bað tesopa. Þú ætti að segja þarna nýjar fréttir og svipta huluna af einum besta syni þjóðarinnar. Finnst þetta nú fallega gert? Það er erfitt að segja hvort þið fallega gert eða ekki, en sannleikurinn er svona, hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Að Jónas Hallgrímsson hefur verið mjög drykkfelldur og þegar hann deyr, illu heilli, ungur, að þá er hann svona ákaflega drukkinn að staulast heim til sín þarna nóttina og fótbrotnar greinilega í neðarlega í stiganum og gengur síðan á brotinu upp stigan og þá verður brotið opið og jafnframt lífshættulegt. Heldur hann hafi gengið á brotinu af því hann var svona fullur? Já, ég held hann hafi verið viti sínu fjær. Að drykkju? Já, hann hafi bara verið svo ölvaður þegar hann er að koma þarna heim nóttina. Hvað er svo glatt sem góður að vinna fundur? Já, getur þú sagt? Já, hann verður stundum ansi glaður. Svo getur hann endað með ógleði. Já. En svo gerist í tilviki Jónasar. Já, þetta er náttúrulega mikil hörmungarsaga að Jónas skuli enda ævina á þennan hátt, tiltölulega ungur. Og þetta er náttúrulega eiginlega sárar en tárum taki að svona skildi hafa farið. Nú hefur þú verið að kynna þér sjúkraskýrslur þarna úti og hefur komist að því að Jónas var ekki bara fullur þarna þegar hann dó, hann var svo fullur að hann var með deliríum Tremis þegar hann kom á sjúkrahúsið. Þeir tók eftir því læknandi? Já, þeir segja sko í sjúkraskránni að hann döði í eitt tilfelli af deliríum Tremis, þannig að hann er greinilega með deliríum Tremis á banalegunni og auk þess er hann illa haldinn af lífhimnubólgu, hann er með brjósthinnubólgu, hann er með heilabólgu, hann er með ákaflega háan hita, þannig að maðurinn er fársjúkur. Og það er náttúrulega tómt bull sem að menn hafa verið að halda fram eða sem Konráð Gíslason skrifar síðan að Jónas hafi verið að lesa og fá sér te og beðið að kerti myndi loga nóttina og þvílíkt. Þannig að þarna er bara Konráð eiginlega að ljúga upp á Jónas. Og fuglarnir sungu fyrir utan gluggann. Og meðan hann var með deliríum Tremis. Þetta er sem sagt allt saman lígi en þetta hefur verið kennt í skólum hérna, þegar ekki? Já, auðvitað sungu fuglarnir fyrir utan en ég efast að Jónas hafi heyrt þennan fuglasöng. Já, þetta hefur verið kennt í skólum. Ég veit að það eru innan við 20 ár síðan að manni var vísað út úr stúdentsprófi í Reykjavík fyrir að segja að Jónas Hallgrímsson hefði dottið á fylliríi og drepist. Það er ekki lengra síðan. Nei, það er hörmulegt. Og svo skildi fara. Varðandi Jónas, hvað heldur þú nú sem áfengislæknir, maður sem að, hvað er svo glatt sem góður að vinna fundur og, nú andar suðrið, sæla vindum þýðum og svo framvegis. Heldur að þessar perlur Jónasar séu samtar ortar í ölæði? Nei, alls ekki. Hann er tæpast með deliríum Tremis þegar hann yrkir fífilbrekka gróin grund. Nei. Jónas er gífurlega gott skáld og mikill hæfileika maður. Og það er enginn sem að segir að Jónas hafi verið frávita af drykkju alltaf, en hann drekkur greinilega það mikið að hann verður mjög ölvaður þegar hann drekkur og er síðan að drekka mjög lengi og greinilega búinn að drekka lengi áður en hann dettur í stiganum, sallar minningar. En hann er ekki að yrkja eða vinna úr sínum hugmyndum drukkin, ég get ekki ímyndað með það. Þetta er allt of mikið snilld til þess. Kannski verður hann fengið einhverja hugmyndir þegar hann er að drekka, en á svona fyrsta glasi kannski? Já, fyrstu öðru glasi, en það vinnur enginn úr hugmyndunum á þennan hátt drukkin.
Það gerir menn ekki. Dr. Óttar, gætirðu séð Jónas fyrir þér ef hann væri á meðal vor núna, þetta skáld sem að skvettir svona í sig og fótbrotnaði þarna í stiganum og deyr út, hann myndi líklega ekki deyja í dag út af því, ég veit það ekki. En sérðu Jónas fyrir þér meðal vor núna, hann var að koma til dæmis á Vog til þín, hefðu komið í gær, sérðu þessa menn eins og Jónas? Geturðu sett hann einhver staðar meðal vor? Sko, það er alltaf voðalega erfitt að hugsa lífsitt í viðtryggingarhætti, hvað hefði getað gerst. Náttúrufræðingur sem dvalið lengi erlendis, vínlykt af honum yfirleitt, hann yrkir. Já, það er alveg hægt að sjá Jónas fyrir sér í dag og sennilega hefðu nú einhverjir reynt að koma honum til bjargar. Reyndar voru mjög margir sem voru að reyna að fá Jónas til að hætta að drekka, eins og Brynjólfur Pétursson, vinur hans, sem að svona var mikið að hvetja hann til að íhuga þessi mál og hvetur hann mjög til þess að taka þátt í hinu íslenska hópsemdarfélagi sem var eiginlega fyrsta íslenska bindindisfélagi sem Fjölnismenn jú stofna. Sem að Jónas gekk í en gekk síðan úr. Já, Jónas gekk í það en og datt svo í það. Já, úr því aftur. Hann fellur eins og maður segir í dag. Já, eins og margir gera. Já, eins og skeður. En þú kannast við típuna. Hvar heldur hann væri í dag, Jónas? Það er ómögulegt að segja. Hann væri ekki að berjast á jólabókamarkaðnum með öllum hinum sem að gefa út bækur og sé alltaf að reyna að koma sér í sjónvarpsþætti og útvarpsviðtöl eins og hinnir. Og fá sér jólaglögg á milli kannski. Já, ef hann hefði hætt að drekka, þá væri hann ekki því. Hann hefur líklega verið komin á þann aldur hann hefði þurft að hætta. Já, eflaust. Núna greinir þú frá í þessari bók sem við myndist á hérna Tíminn og tárið, Dr. Óttar. Þú tekur nú fleiri af bestu sonum þjóðarinnar, Kristján Fjallaskáld, Sigurður Breiðfjörð, og útlista þessa menn bara sem drykkjumenn sem að drápu svo fyllir í og voru ekki til neins vegna þess að voru alltaf fullir, en ortu þó þessar perlur af og til. Þetta er saga þeirra svona að segja þarna. Segðu okkur nú bítum og hægur. Segðu okkur nú sögu þína. Má ég aðeins klára þetta með Breiðfjörð og þá, vegna þess að ég segi ekki að þeir hafi ekki verið til neins nýtir. Ég segi að þeir hafi drukkið ákaflega mikið, þannig að áfengi hafi verið þeim mjög mikið vandamál. Hún er ekki falleg myndin af Sigurður Breiðfjörð. Mikið skelfing hefur hann nú verið timbraður oft og lengi. Já. Og mikið. Og það sér maður mjög vel á kveðskapnum hans, því að hann er óskaplega hroðvirkur og kæruleysislegur og margt af því sem hann slær fram, að það náttúrulega ber þess mjög ljós merki að hann hefur verið að drekka og er að drekka eftir pöntun, er að drekka og er að yrkja eftir pöntun og hann er að reyna að yrkja eitthvað til að hafa fyrir næstu flösku og þetta verður oft ægilegu barningur. Það getur orðið alveg voðalega erfitt líklega og hefur líklega verið þegar Sigurður. Já, þetta er voðalega erfitt líf. En þú skiptir umræðefni núna rétt áðan. Ég var að spyrja, þetta er saga þeirra, hver er saga þín, spurði ég. Þú hefur lent í þessu samóttir. Já, ég lenti í því eins og margir aðrir að drekka allt of mikið, mjög lengi og misti stjórn á minni drykkju og drakk eins og margir Íslendingar gera. Drakk sem sé ákaflega mikið þegar ég drakk og varð ákaflega ölvaður og lenti þá í ýmsu sem betur hefði verið ógert, sagði ýmislegt sem betur hefði verið ósagt og þannig að mín reynsla Bakkusi konungi er mjög tvíbent. Ég hef bæði kynnst svona þessum bjartari hliðum vímunar og svo hef ég náttúrulega kynnst hinni hliðinni líka. Ég hef kynnst allri örvinglaninni og niðurlægingunni og ósigrónum og því öllu. Þannig að ég hef eiginlega kynnst báðum andlitum vínguðsins sjálfur. Hvað stóð þetta lengi á þér? Þetta stóð nú ekki mjög lengi hjá Jónasi Hallgrímssyni sem voru að tala áðan vegna þess að hann drafst nú og þú drafst ekki. Hvað drakkstu svona illa lengi? Já, ég hætti að drekka 1985 og bara nýhættur? Það má segja það, fyrir 7 árum. Já. En þegar ég hætti, þá er ég eiginlega jafn gamall Jónasi og þegar hann deyr. Svo að það er kannski hægt að segja að það er ákveðin samhljómur með okkur, Jónasi. Já. Nema þú dast ekki og fótbrotnaðir. Ég datt ekki og fótbrotnaðir. En hvernig gast þú nú, Dr. Óttar, þú ert læknir og doktor í læknisfræði, þú gerir þetta allt saman og meðan þú ert að drekka. Hvernig getur fullur maður orðið doktor í læknisfræði? Hvernig getur fullur maður ort blað, skilur, bakk og egg og svo framvegis? Já, þar kannski kemur þetta í ljós, sko, að maður er ekki fullur alltaf. Maður drekkur sér til vansa þegar maður drekkur og það held ég að hafi líka verið upp á teningnum hjá Jónasi eins og hjá svo mörgum öðrum. Það er að segja að menn drekka
helgar, drekka til að gera sér dagamun, en síðan verður drykkjan stjórnlaus þegar menn drekka, og þá drekka þeir allt of mikið og lenda ýmiss konar uppákomum, eins og þegar Jónas að staulast þarna stigann og hrasar og dettur og brýtur sig, og það náttúrulega raunasaga sem í raun alltaf að endurtaka sig hverja helgi. Og saga sem verður aldrei of oft sögð, kannski. Nei, hún verður ekki of oft sögð. Og maður kannski varar ekki nógu oft við afleiðingunum af þessu stjórnleysi. Heldur að bók eins og þú hefur skrifað þetta að vera skyldulesning í öllum skólum, þar sem farið yfir sögu áfengisins á þennan hátt? Merkilegt nokk í bókina, merkilegast það sem ég sá í henni var nú reynda það að þar lýsur því hvað áfengis eina vímuefnið í heimi sem að gerir okkur laus við tíman, gerir eilíðina, líf okkar tímalust. Fortíðin hverfur, framtíðin, það verður ekkert. Þetta náttúrulega undrað meðal. Sko, af einhverjum ástæðum hefur áfengi fylgt mannkyni í 8.000 til 9.000 ár. Þannig að víman hefur mjög margar jákvæðar hliðar. Þannig að ég ekkert að boða... Boðar ekki bindindi? Nei, ég boða það alls ekki. Ég boða ekki vímulaust þjóðfélag eða algjört bindindi. Aftur á móti boða ég það að þeir sem drekka stjórnleysi, þeir sem missa stjórn á sinni drykkju og drekka öðruvísi en þeir sjálfir vildu drekka og að lendi í alls konar erfiðleikum og veseni og uppákomum, að fótbrotna til dæmis, að þeir hætti alveg og láti sér það að kenningu verða. Svona eins og þú og Jónas. Eins og ég gerði en Jónas ekki, því miður. Hefur orðið varfið að eitthvað sé í fíl út í þig af því þú sviptir nú hulunum þarna af besta sinni þjóðarinnar? Það eru margir í fílu út af því. Og þetta náttúrulega, þessi þjóðsaga Konráðs Gíslasonar eitthvað sem þjóðin hefur haldið mjög fast í, því að þjóðin vill eiga þessa hetjumynd af skáldinu, þar sem skáldið liggur og að lesa Jakob ærlega eftir Marriott nóttina áður en taka af honum fótinn. En þetta náttúrulega bara bull og ef að þjóðin vill ekki hlusta á sannleikan, þá það náttúrulega mjög slæmt mál. En það sem ég kannski fyrst og fremst að reyna að draga fram það af hverju svona þjóðsaga myndast, og það náttúrulega vegna þess að Konráð og aðrir vinir Jónasar og íslenska þjóðin voru í afneitun á það hversu mikið vandamál áfengi var. Bara bull, segir doktor Óttar góðsögnina líf og dauða aðalega Jónasar Hallgrímssonar. Þið getið lesið það allt saman í bókinas, Tíminn og tárið. En við hérna á sama tíma, annað kvöld, verið sæl.